Óhætt að segja að mikið sé að vera í leikskólanum Krílakoti á Dalvík. Nýlega var leikskólinn stækkaður helming sem gerir að verkum að nú komast öll leikskólabörn á Dalvík 100 talsins fyrir á einum og sama leikskólanum. Eitt af því sem einkennir Krílakot mikil áhersla á fjölmenningu, en rúmur fjórðungur nemenda af erlendum uppruna. Ýmis verkefni sem lúta að því að auka virðingu fyrir ólíkum þjóðernum eru því áberandi og eitt þessara verkefna nefnist LAP og snýr að verndun móðurmáls barnanna, en 11 mismunandi tungumál eru töluð í leikskólanum. Já, LAP verkefni sem að leikskólinn Krílakot byrjaði á fyrir svona 1,5 ári. Upphafið af því var því að stjórnendur hjá Dalvíkurbyggð fóru til Kanada á ráðstefnu og þar fórum við á fyrirlestur hjá prófessor Rómu Tjúmak Orbats sem var að kynna þessa bók sem heitir Linguistically Appropriate Practice og skammstöðuna því LAP, þaðan kemur heitið á verkefnið. Og eftir þennan fyrirlestur þá áttum við smá spjall við Rómu og henni fannst mjög áhugavert það sem við höfum verið að gera í varðandi fjölmenningamál hjá Dalvíkurbyggð og bauð okkur að taka þátt í samanburðarrannsókn sem hún var að gera. Og í kjölfarið á því þá fengum við foreldra, auglýstum fund og fengum foreldra með okkur í smá vinnu. Einn fulltrúi frá hverju tungumáli, þannig að þau komu og þýddu fyrir okkur. Byrjum að merkja öll rýmin, skrifstofa skólastjóra og mötuneyti og allt þetta. Og þegar við vorum búin að undirbúa þetta námsumhverfi þá hófst vinnan í rauninni með foreldra og verkefnavinnu með börnunum. Verkefni sem tengjast fjölmenningu hafa lengi verið fyrirferðarmikil í leikskólanum. En það sem við LAP kannski pínu öðru heldur en önnur fjölmenningaverkefni sem við höfum unnið, að þá er verið að vinna með tungumáli og móðurmál barnanna. Við erum ekki með móðurmálskennslu en erum að vinna með og auka virðingu fyrir öllum tungumálum sem töluð í skólanum. Við erum með 28% barna af erlendum uppruna og sem tala þá fleiri en 1 og sum fleiri en 2 tungumál. Og við töldum svona mikilvægt að styðja við það að foreldrar séu að tala móðurmálið við börnin heima sem að rannsóknir sýna að skiptir miklu máli að til þess að vera góður í tungumáli nr. 2 þá þarftu að vera svolítið góður í tungumáli nr. 1. Þannig að þetta svona, styður við og eflir tvítingi og að bara allir finni að þeir eru velkomnir í skólan og að tungumálið þeirra skiptir máli. Þrátt fyrir að ýmis tungumál séu töluð þá lögð áhersla á að börnin læri og noti íslensku. Þau leika sér saman á tungumálunum sínum en leið og þriðji aðili kemur inn sem ekki tala tungumáli þá tölum við þau og þau skipta yfir og tala þá íslensku þannig að allir skilji. En við farið í leiki og það ekki bara börnin sem tala 2 tungumál sem græða, heldur eru allir að græða. Börnin kunna orðið mörg, 1 og 1 orð í hinum tungumálunum. Þannig að til dæmis að fara í tungumálaleik þar sem ég er með bolta og ég segi hundur á íslensku, getur þú sagt mér hvernig hundur er á pólsku. Og svo göngum við allan hringinn og allir fá að tjá sig. Og þarna erum við allir að græða. Og þetta er ekki endilega við sem að kenna, en það höfum við ekki þekkingu til að kenna allir þessi tungumál. Við tölum 11 tungumál í skólanum. En aftur á móti að finna það að þú ert velkominn, tungumálið þitt skiptir máli og það sé ekki bannað að tala annað tungumál inn í skólanum. Við reynum að þýða einhvað sem við getum, það er dýrt að þýða og tekur við mikinn tíma. En við erum heppin að vera með pólskumælandi kennara og frá Filippseyjum sem er mjög góðan í ensku, þannig að við erum að náum að gera ákveðið sjálf, en þetta er allt kostnaðarsamt, en við fengum styrk frá Sprotasjóð og Þróunarsjóðin innflytjenda í þetta verkefni sem hefur náttúrulega bara gefið okkur það að við höfum getað sett svona pínu kraft í þetta. En þetta er verkefni sem að hugmyndin er að lifi svo áfram. Við erum búin að merkja skólan og svo ef það kemur nýtt tungumál inn í skólan þá bætum við bara við á okkar merkingar. En það sem bara skiptir máli er að við séum öll að vinna að því að skapa umhverfi þar sem að allir finni að þeir eru velkomnir. Þetta er fjölmenningarsamfélag, við erum ekki að bakka með það. Alltaf hefur tölurnar hjá okkur sýnt frekar aukningu heldur en fækkun og að líta á þetta bara sem jákvætt, sem styrkleika frekar en veikleika inn í skólan. Finnst þér viðhorf til fjölmenningar til dæmis í tengslu við menntun, finnst þér það hafa verið að breytast til dæmis hér á Dalvík? Já, við erum búin að halda við erum búin að vinna ýmis verkefni. Við unnum stór söguskjóðaverkefni þar sem að foreldrar komu og unnu sögupoka og sem vakti mikla athygli. Við höfum haldið þing fyrir íbúa í Dalvíkurbyggð. Einnig vorum við með pínu þing fyrir bara foreldra sem töluðu fleiri en 1 tungumál og kynntum það hvað íþróttir og æskulýðsstarf er í boði, auk þess
að vera með sérfræðing mikilvægi móðumáls. Og foreldrar hafa sýnt verkefninu mikinn áhuga. Foreldrar alveg einstakir í Dalvíkurbyggð. Að ótrúlega eins og sögurskjóðu verkefni að yfir 25 foreldrar hafa verið á kvöldin að útbúa þessa sögupoka var fyrsta stóra skrefið okkar. Og svo þetta að vera tilbúin til þess að taka á móti og þýða fyrir okkur það sem við erum að biðja þau Og jafnvel framt erum við að vinna verkefni þar sem að við fáum foreldra til þess að jafnvel koma að lesa fyrir börnin á þeirra tungumáli, syngja afmælissönginn, koma með kveðjur að heiman á mörgum tungumálum. Þannig að foreldrar eru að taka gífurlega mikið þátt í þessu. Og skilaboðin kannski þau að það stendur ekki í vegi fyrir því að fólk læri íslensku þó það haldi við sínu móðurmáli? Nei, síður en svo. Það er styrkleiki að vera sterkur í einu móðurmáli til þess að verða góður í öðru.